Sæl verið öll, gaman að sjá ykkur svona mörg hér í dag og velkomin hingað í ráðuneytið. Þegar ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur var mynduð fyrir nokkrum vikum síðan, þá sögðumst við ætla að vera ríkisstjórn framkvæmda og ríkisstjórn sem myndi þjóna landinu öllum byggðarlögum landsins og vinna markvisst að því að jafna aðstöðumun fólks. Við sögðumst líka ætla að taka til hendinni í orkumálum og þetta hefur endurspeglast í fyrstu þingmálunum sem við höfum unnið að hér í ráðuneytinu undanfarna vikur og sem ég hef lagt fram og mælt fyrir á Alþingi. Ný ríkisstjórn er staðráðin í að tryggja orkuöryggi og bætta orkunýtni þegar kemur að rafmagnsnotkun og húshitun. Þetta er grundvallaratriði og þetta tónar líka við markmið okkar í loftslagsmálum að jarðefnaeldsneyti sé skipt hratt út fyrir græna og endurnýjanlega orku. Í þessu felst gríðarlegur sparnaður fyrir þjóðarbúið og það er með hliðsjón af öllu þessu sem ég vil kynna hér í dag nýtt átak í leit og nýtingu jarðhita, tvöfalt stærra heldur en síðasta átak og það stærsta sem ráðist hefur verið í á þessari öld. Við vitum að Ísland er í einstakri stöðu þegar kemur að nýtingu jarðhita. Yfir 90% af heimilum landsins hafa aðgang að hitaveitu sem nýtir jarðhita til húshitunar. En eftir standa tæplega 10% heimila landsins sem nota aðrar leiðir til húshitunar. Það er rándýrt, óhagkvæmt og í mörgum tilvikum ósanngjarnt og við þurfum að ná þessu hlutfalli hratt niður á næstu árum. Yfirskrift átaksins sem við kynnum hér í dag er jarðhiti jafnar leikinn. Og hvers vegna segjum við það? Jú, það er vegna þess að með árangri í leit og nýtingu jarðhita munum við lækka húshitunarkostnað heimila þar sem hann er mestur, en ekki síður létta kostnaði af fyrirtækjum, af sveitarfélögum og af grunnþjónustu, skólum, hjúkrunarheimilum á köldum og krefjandi svæðum. Þetta er grundvallaratriði fyrir verðmætasköpun og byggðaþróun á Íslandi. Þetta er byggðajöfnuðarmál og þetta er jafnaðarmennska eins og hún gerist best. Við jöfnum leikinn með jarðhita, það er stefna þessarar ríkisstjórnar og við ætlum að stíga stærri skref í þessum efnum heldur en áður hafa verið stigin á þessari öld. Á árunum 2025 til 2028 ætlum við að verja allt að milljarði í styrki til leitar og nýtingar á jarðhita á svæðum þar sem nú er notast við raforku og olíu til húshitunar. Við leggjum áherslu á verkefni sem munu gagnast til almennrar húshitunar á svæðum þar sem nú er notuð raforka eða olía til húshitunar, en líka á verkefni sem eru til þess fallin að auka skilvirkni í rekstri fjarvarma veitna. Þetta skiptir máli. Auk þess verður horft sérstaklega til svæða þar sem þegar er fyrir hendi nokkur þekking á jarðhita og mögulegri nýtingu hans og þar sem vísbendingar eru að finna megi heitt vatn til þess að nýta beint inn á hitaveitu eða volgt vatn í nægilegu magni til þess að nýta á miðlæga varmadælu á viðkomandi svæði. Verkefnin geta snúið að því að hefja nýtingu þar sem það á við, meðal annars með kaupum á varmadælum, eða snúið að frekari rannsóknum á grundvelli þekkingar sem þegar hefur verið aflað. Milljarður er há fjárhæð og auðvitað er það hápólitísk ákvörðun að ráðstafa milljarði í þessi verkefni frekar en önnur. Hvers vegna gerum við það? Það er vegna þess að með þessu teljum við okkur geta slegið margar flugur í einu höggi. Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur leggur áherslu á byggðajöfnuð, að jafna aðstöðumun fólks og fyrirtækja og treysta stoðir hinna dreifðu byggða. Við ætlum að auka framboð af orku. Við leggjum áherslu á orkuöryggi og orkunýtni og við erum staðráðin í að ná árangri í orkuskiptum og loftslagsmálum. Átakið jarðhiti jafnar leikinn þjónar öllum þessum markmiðum. Og góðir gestir, þetta er líka ábatasöm fjárfesting og skynsamleg nýting á almannafé. Rafhitun í landinu er á bilinu 600 til 650 gigawattstundir. Að því eru 225 gigawattstundir niðurgreiddar vegna beinnar rafhitunar
og 95 gigawattstundir eru niðurgreiddar vegna notkunar kynntu hitaveitnanna á Vestfjörðum, Seyðisfirði og í Vestmannaeyjum sem nýta rafmagn eða olíu til upphitunar. 300 gigawattstundir eru óniðurgreiddar, mest hjá fyrirtækjum og stofnunum. Og ég ætla að teikna hérna upp sviðsmynd sem mér skilst á þeim sérfræðingum sem hafa unnið með okkur að þessu átaki undanfarna vikur að sé bara þokkalega raunhæf. Segjum að okkur takist að losa það bil 20% af þeirri raforku sem núna er nýtt til rafhitunar heimila, stofnana og fyrirtækja. Þá erum við að tala cirka 120 gigawattstundir af raforku. Við erum þá að losa framboð á þessari orku án kostnaðarins sem myndi fylgja því að koma upp nýrri virkjun, án alls fjárhagslega og umhverfislega kostnaðarins sem fylgir því. Og ef við hugsum þetta í samhengi við orkuskiptin, þá samsvara 120 gigawattstundir raforkunotkun 50.000 rafbíla og ef þeir koma í staðinn fyrir bensínbíla, þá minnkar losun í samgöngum meira en 100.000 tonn af CO2 á ári. Og skoðum núna fjárhagsþáttinn og hagsmuni ríkissjóðs og skattgreiðenda. Á þessu ári erum við að verja rúmlega 2,5 milljörðum króna í niðurgreiðslur húshitunar á rafhituðum svæðum. Síðastliðin 10 ár hefur rúmlega 25 milljörðum króna verið varið í þessar niðurgreiðslur ef við uppreiknum þetta á verðlagi í janúar 2025. Ef helmingurinn af þessum 120 gigawattstundum væri niðurgreidd rafhitun sem færðist yfir í jarðvarma, þá myndi niðurgreiðslu þörf ríkisins lækka 550 milljónir króna á ári og skatttekjur ríkisins af raforkunni aukast 300 milljónir. Á 10 ára tímabili værum við þá að tala meira en 8 milljarða ávinning fyrir ríkissjóð. Svo þetta er góð fjárfesting og þetta er þjóðhagslega hagkvæmt. Góðu gestir, þetta verður ekki mikið lengra að sinni frá mér. Ég mun beina því til Loftslags- og orkusjóðs að hafa umsjón með framkvæmd átaksins. Ég mun ljúka við reglugerðarbreytingu vegna átaksins á næstu dögum og í kjölfarið mun sjóðurinn auglýsa eftir umsóknum styrki, vonandi gerist þetta bara rétt eftir helgi. Ég ætla svo að fela umhverfis- og orkustofnun að greina efnahagsleg áhrif af árangri verkefna og tryggja að veittar séu greinargóðar upplýsingar ráðstöfun þessara fjármuna á komandi árum. Og nú vil ég biðja hann Vilhjálm Hilmarsson sem er formaður stjórnar Loftslags- og orkusjóðs að taka við og segja nokkur orð sjóðinn og fyrirkomulag átaksins. Takk fyrir. Ég vil byrja á að lýsa yfir ánægju fyrir hönd stjórnar vegna þessa verkefnis sem að ég tel vera verulega þjóðhagslega hagkvæmt og skilvirka ráðstöfun á opinberu fé. Hvað varðar formsatriði átaksins, þá eins og Jóhann Páll kom inn á, þá verða veittir styrkir fyrir alltaf milljarð króna. Styrkir munu nema alltaf 2/3 af kostnaði verkefna gegn mótframlagi umsækjenda. Styrkir eru veittir til sveitarfélaga, orkufyrirtækja eða aðila sem vinna í umboði fyrrnefndra aðila og verkefnin þurfa að stuðla að minni notkun rafmagns og olíu til húshitunar og styðjast við fyrri jarðhitarannsóknir. Og til þess að tryggja að það verði að við hámörkum árangur á þessu átaki, þá er horft til þess að styrkja verkefni á svæðum þar sem nokkuð þekking er á jarðhita viðkomandi svæðis og vísbendingar eru að finna megi heitt vatn sem nýta megi. Reglur verða kynntar í næstu viku, nánari reglur og umsóknarsvæði verður þá opnað. En það sem ég get sagt núna er að umsóknir verða metnar eftir þáttum sem marka þjóðhagslega hagkvæmni, fjölda væntanlegra notanda, áhrifum á auðlindanýtingu og síðast en ekki síst hversu vel þau styðja við loftslagsmarkmið ríkisstjórnarinnar. Nákvæmar reglur verða kynntar á næstu dögum. Takk fyrir. Takk
Takk fyrir þetta, Vilhjálmur. Að lokum ætlar Íris Róbertsdóttir, bæjarstjóri Vestmannaeyjabæjar og formaður samtaka sveitarfélaga á köldum svæðum að segja nokkur orð hvernig þetta horfir við þessum sveitarfélögum og hvernig staðan og hvaða áhrif þetta kann að hafa. Mig langar líka að byrja á því að lýsa ánægju minni með að það sé verið að stíga þessi skref. Við hjá samtökum sveitarfélaga á köldum svæðum eru 10% íbúa en þetta eru 23 sveitarfélög og eins og staðan hefur verið undanfarin ára þá ekki auðvelt að vera í sveitarfélagi, hvorki að reka sveitarfélag né að reka atvinnustarfsemi þar sem treystir algjörlega á rafmagn til þess að framleiða varmaorku eða vera með beinar afkyndingu. Þannig það að við ætlum að leita nýrra leiða og jarðhitinn jafnar leikinn. Ég gríðarlega hrifin að þessu slagorði fyrir verkefnið vegna þess að leikurinn ekki jafn í dag. Við þeir aðilar, sveitarfélög og íbúar sem búa og þeir sem reka fyrirtæki á köldum svæðum sitja bara alls ekki við sama borð. Og ég held bara að það muni koma töluvert mikið upp úr kössunum þegar verður farið að skoða þjóðhagslega hagkvæmni vegna þess að gera rekstrarumhverfi fyrirtækja sem eru á köldum svæðum betra en það í dag mun kalla fram aukna verðmætasköpun og mun líka auka tækifæri þessar aðila, mun styðja við byggð í landinu og mun á endanum líka vera gríðarlega mikill þáttur í því að jafna búsetuskilyrði hér á landi. Við erum á góðum dögum að segja að þetta alltaf vera jafnt, aðgengi allir þjónustu, greiðsla fyrir húshitun og allavinna og við erum með kerfi sem á að reyna að hjálpa okkur. Það virkar samt ekki nógu vel. Þannig að mér finnst frábært að það sem kemur fram hér í máli ráðherra sé ekki bara á orði, heldur í borði og við hjá samtökunum og fyrir hönd þessara sveitarfélaga fögnum þessu skrefi og ég vil bara lýsa því að ég get tekið dæmi úr mínu nærumhverfi sem sjóvarmadælustöð sem að þegar hún var sett í gang að þá þurfti sú varmaorka sem kemur frá henni eru 9 megavött og það þurfti á sínum tíma auðvitað 9 megavött af rafmagni til að búa það til. Nú notum við 3 megavött á dag af rafmagni til að búa til varmaorkuna. Þannig að þessi skref sem við að stíga, þau eru jákvæð fyrir íbúa þessa lands, þau eru jákvæð fyrir fyrirtækin, þau eru jákvæð fyrir umhverfin og svo eru þau bara jákvæð fyrir pólitíkina því maður gríðarlega sáttu við það þegar það eitthvað gert. Af því við mætum alltaf ofboðslega miklum skilningi. Þannig að þetta frábært skref. Sumir segja að lítil skref séu best af því þau verða stór. Mér finnst þetta samt alveg stórt skref sem á eftir að verða enn stærra. Takk fyrir þetta kærlega, Íris, og takk fyrir hlý orð og við vonum auðvitað að þetta átak skilir sér í því að aðildarfélögum í samtökum sveitarfélaga á köldum svæðum fækki á næstu árum. Það markmiðið. Og takk öll fyrir að koma hingað í dag og takk öll sem fylgdust með í beinu streymi.